einslag horn. Þar sem tvær línur, M og N, eru skornar af þriðju línunni T, myndast alls 8 horn, 4 við hvorn skurðpunkt. Hér sem sagt línan M, hér línan N, hér svo línan T og línan T sker M hér og hér skurðpunktur þeirra lína og hér sker T línuna N og hér þá skurðpunktur þeirra lína. Hér eru sem sagt 4 horn og hér önnur 4 horn, samtals 8 horn. Horn sem hafa línuna T sem vinstra arm eða sem hægri arm nefnast einslag horn. Þannig eru hornin A og B einslag í þessari mynd því línan T vinstri armur hjá báðum. Til að átta sjá hvor armurinn vinstri og hvor hægri best að staðsetja sig í oddpunkti hornsins og horfa út í hornið. Tökum sem dæmi. Nú ætlum ég að teikna mannesku hérna og við erum að horfa ofan á hana. Hérna hægri handleggur og hér vinstri handleggur. Línan T sker hægri arm þessa manns. Hún sem sagt upp við hægri höndin hans. En hvað með ef að þessi maður væri staddur hér? Jó, þá T-línan líka að skera upp við hægri hönd hans. En hvað með ef hann stæði í horninu S eða horninu Q? Jó, T-línan alltaf upp við hægri hönd þessa manns. Þá talað að þau horn séu einslæg. Hvað með ef að maðurinn stæði hér? Í horninu A eða horninu C eða horninu D eða horninu B. Á hvaða hönd myndi línan T hallast að? Jú, það þá á vinstri höndina. Og þau horn teljast þá vera einslæg. Þannig að rauðu hornin eru einslæg, en svo eru grænu hornin líka einslæg.